Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Nú ég mætt með hana Ragnheiði Jakobsdóttur sem ætlar að segja mér aðeins frá pollamótinu í ár. Hvað segirðu Ragnheiður? Hvernig verður þetta? Hvernig þetta búið að vera og hvert eiginlega framhaldið? Sko, við bara ætlum að halda pollamót Samskip og Þórs eins og undanfarin ár, þrátt fyrir það sem hefur gengið á áður og það hefst semst á næstkomandi föstudag. Og hvað pollamót? Pollamót Þórs semst að knattspyrnumót eldri iðkenda. Já. Og við erum með iðkendur frá 20 ára aldri, eða sem stelpurnar, það sem spila í 3 stelpudeildum og 3 strákadeildum og aldursskipt. Stelpurnar fá að koma yngri, þær fá að koma 20 ára og upp úr, semst yngsta deild stelpurnar frá 20 ára, en aftur strákarnir með að byrja 28 ára að spila. What? Hver er ástæðan því? Ástæðan fyrir því að kannski að við vorum ekki með að fá nógu mikið að stelpuliðum. Og það var svona bara krafan það að við myndum bæta við yngri, þannig að stelpurnar vildu koma fyrr og keppa heldur en strákarnir. Og kannski eitthvað sem spilar inn í að stelpurnar því miður eru aðeins að detta fyrr út úr fótboltanum heldur en strákarnir, þannig að en þetta er semst, og svo erum við bara með iðkendur bara alveg upp úr, bara örugglega yfir 70 einhverjir sko. Í alvörunni? Já, þó við sem höfum ekki fengið kennitölunar að skráða, en þetta er þannig að spila í 3 deildum sem er aldursskipt í þessum. Og hvernig verður þess að háttað núna? Núna bara verðum við semst erum við með þáttöku, eða við erum með 65 lið sem eru búin að skrá sig og það er ennþá að skrá sig, það er lokað skráning til sunnudagsins næstkomandi, 28. Og við erum með 65 lið sem segir kannski við séum með einhverja, það er svona 10 til 15 í liði, þannig að við séum með 750-800 iðkendur, eða semst keppendur. En við reiknum aldrei með að vera með meira á svæðinu, kannski svona 2 til 300 manns. Og svæðið er skipt í bæði, það er spilað í Boganum sem er þá eitt svæði og svo er þá spilað úti á völlunum sem er þá annars svæði. Og að sjálfsögðu hefur það svona aðeins tekið meira á með það að skipuleggja allar sóttvarnir og allt hreinlæti og erum með helmingi meira af þrifliði en við höfum verið með. Þannig að þetta er svona... Þetta vakti svona... Opnaði augun á sumum. Og vonandi bara líklega er það komið til að vera að þú sért allstaðar með spritt og haldir öllu eins og alltaf að vera, hreint og fínt. Akkurat. Og hvernig verður, segir mótið? Það er skemmtun líka? Já, mótið er þess að byrja á föstudagsmótni, að spila frá 9 og er verið að spila alveg til, ætli ekki að spila til 5 til 6 á föstudaginn. Og svo er aftur byrjað að spila frá 9 á laugardagsmorgni og það við höfum verið að klára aðeins fyrir á laugardegi, milli 4 og 5 sem við höfum verið að klára. Svo hefur fyllt þess að við höfum alltaf verið með einhverja skemmtun bara í Hamri eða á pallinu fyrir utan á föstudeginum og það verður áfram og við verum með hann Ingo Veðurguð eins og var í fyrra. Og hann sló í gegn þar og vonandi kemur hann aftur og slær í gegn. Og þar erum við að sjálfsögðu erum við með samkomutakmarkanir. Við þurfum að byrja fyrr, við byrjum klukkan 7 og hann mæti kannski eitthvað aðeins seinna á svið og þurfum að hætta klukkan 11. Þannig að það er eins gott að mæta snemma og þetta er sem, þú veist, þó að það sé fyrir þá sem er á mótinu, er þetta opið öllum, það geta allir komið sem vilja. En hvernig náðu að halda utan svona fjöldatakmarkanir? Við bara verðum með teljara, það verða bara 1 til 2 ingangar og það er teljara á báðum, þannig að það bara passa að það kom ekki. Það verða ennþá meira fólk að vinna? Já, ennþá meira fólk í sjálfboðavinnu. Og þannig að verði 500 manns inn á svæðinu. Þannig að hvað er þetta mikið fólk eiginlega í heildina? Það er svona, ég veit ekki hvað það getur fyllt þessu, þetta gæti verið 1000 manns sem er að fylgja. Það veist að það fylgir einhverjum keppanda. Og er þetta allt fólk frá Akureyri? Nei, alls þar. Það kannski er meiri hlutin frá Akureyri en við erum með lið alls þar. Og getur hver sem er komið? Já, getur hver sem er komið ef hann er í liði. Eða hann getur bara safnað í lið og skýrt liðið sitt eitthvað. Já, og skráir sig inn á pollamót.is og skráir liðið sitt þar. Þegar hann er búinn að skrá sig þarf hann að greiða 10 staðfestingargjald til þess að geta farið og verið með í uppröðu mótsins. Þannig að þú þarf bara að það 7 verið inn og í einu, þannig að það er lágmarksfjöldi. Já, þetta er keppni, en það er samt gaman líka. Já, þetta er hörku keppni, en líka skemmtun. Og hvernig er framhaldið? Haldið að hvað takið þið frá þessu
ári heldurðu? Haldið þið lærið eitthvað nýtt? Já, alveg örugglega, við lærum alltaf nýtt og öllu. Og Já. svona eins og ég segi kannski núna með það að við séum með þetta, að við séum þetta hreinlæti og annað sko, sem þessi ennum 1, 2 og 3. Akkurat. Kannski tökum við bara eins og allir að við byrjum aðeins fyrr að skemmta okkur og förum fyrr heim. Einmitt. Svo líka skemmtun á laugardeginum. Já. Að þá semst 1. ágúst og Gunni Óla og Skítamóral. Ok. Þeir vera líka úti. Já. Og það opið öllum líka og með þessum takmörkum að það komast 500 manns. Og það byrjar, húsið opnar klukkan 7 og það búið 11. Það á laugardegi? Það á laugardegi og Ingo Veðguð á föstudegi. Föstudegi. Já, en það kostar þessi 1.500 krónur inn á laugardeginum. Ok. Og það þessi 500 manna takmörkun. En undanferðin ár höfum við verið með ball í Boganum. Já, og það var engin takmörkun? Nei, það hefur við getað sett alltaf marga inn, en því miður. Og getum ekki haft það, já. Nei, einmitt. Þannig að þá tók við þennan pól í hæðina að hafa þetta bara þannig úti við og spáin örugglega góð eins og núna. Akkurat. Það allavega logg. Já, spáin góð. Já, þannig að það svona það sem eru helstu breytingarnar og einni breyting með það, við höfum alltaf búið upp á Tjaldstæði sem hefur þá verið eins og við köllum norðan við Hamar og hjá Skarðshlíð og svo líka við Glerárskóla. Já. En út af þessum sóttvörnum að þá getum við ekki verið með það, við höfum ekki haft rennandi vatn á svæðinu, þannig að því miður verður að sleppa því í ára minnstakosti. Ok, jæja, það ekki allt hægt. Nei. En bara takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu og ég spennt að fylgjast með. Já, takk fyrir.